Næja, þá skulum við halda fram með teiknirammann. Nú ætlum við að setja inn, við talaðum hérna attributes. Það sem sagt, við ætlum að setja inn ákveðnar breytur sem að gera þessa virkni mögulega. Munið það sem smelli á rammann og þið getur sett inn ákveðna texta. Þetta ætti að vera í ykkar forriti, það stendur í leiðbeiningunum, skrifuð textaleiðbeiningum, eftir að kveikja á þessu. Það var í eldri útgáfunni, þetta á að vera innbyggt hérna í, sjá hérna blokkflipan hérna í home, íti á píluna og þá ætti þetta að vera hérna, define attributes. Smelli á hann og þá fáum við þessar stillingar hérna og við ætlum að byrja því að skrifa hérna inn tag er æfing, default er æfinga heiti bara, eða verkefni heiti bara, segjum bara verkefni heiti. Þannig. Og setja þennan testa í 5 mm og setja hérna, þið ættu að vera með hérna kennari úrstýring. Testar kennari og haka við annotate og hafa þetta 5 mm. Ok, insert point specifier screen og smellu hérna. Það var komið. Þetta gerir líka fyrir nafnið hérna, dagsetninguna, mælikvarðan. Svo bætum við e-mailinu hérna líka. Svona. Block define attributes, skrifum hérna nafn, í stórum stöðum og setjum bara hérna nafnið þitt, það kemur default, testar kennari, aka við annotate og þetta hérna á að vera 4 myndrahæð. Það er 4 mm testi. Það verður 4 mm hár þegar blaðið blandast út og smellum þessu hérna svona. Síðan ætlum við að setja dagsetningu attribute hérna, skrifa hérna inn dagsetning, default er bara, segjum bara daginn dag eða 27. október .15. Annotative testin, testa henni er 3. Svo ok og smellum sér hérna fyrir aftan hinn testan. Þetta er alltaf leið, svo þið sjáu hvað gerir síðan þegar við breytum þessu blokk. Tökum hérna síðasta hlutan, neða næst síðasta hlutan sem er mælikvarði, bara NKV. Við getum skrifað bara mælikvarði, default, bara 1 móti, sem bara 50. Annotative textahæðin hérna, líka 3, þannig að þetta stemmir, skýta ok. Og ég smelli þessu hérna fyrir aftan. Þetta er alltaf leið þó að koma hérna yfir, þetta lagast eftir. Það fer á þetta blokk hérna og tegna síðustu og ég vil fá hérna e-mail. Default e-mail, hvað gerir hérna? E-mail at email.com eða .is. Þessi texti hérna, e-mail textin, hann á að vera 1,5, 1,5. eða 1.5, hvað segum því? 1.5. Ok. Og ég smelli honum hérna undir hinum. Ég veit að þetta virkar svolítið aðstæðanlega núna en þetta lagast eftir þegar við erum búin að búa til blokkur úr þessu. Nú ætti allt að vera komið inn og smelli ég hérna á create block. Create block. Það er líka hægt að skrifa inn bara BL og
og kemur blokkar skipunin create flokk og við gefum henni nafn og kalla henni bara teiknirammi og svo bara setjum við uppástæðana ykkar fyrir aftan og síðan A4 svona base point specify screen og þetta að koma og getið satt inn hérna A4 teiknirammi TTC 103 svona útskýring select objects velja saman íta enter og íti aftur og OK það enda hérna specify screen velja hérna hornið það úrkomið það kemur strax upp hérna edit-tabir þið þurfum ekki að gera neitt núna íti bara OK sjáu, það kemur sem að skeiða núna ef við prófið að íta á 8 eða slá inn 8 skipunina smetla svo á ramman þá ætti þetta að koma svona þið sjáu hvað þetta það sem að attribútið gerir þið gerðu hérna upp hérna hvað þetta heitir og svo settið þið hérna default þetta kemur alltaf default sem ég sagt venjulega bundið og síðan náttúrulega þegar þið farið að vinna í þessu þá getum við breytt þessu hérna teiknirammi til dæmis setti nafni ykkar og það finnum við gott og þá breytir þessu sjálfkrafa hérna á teikningunni íti á save og síðan ætla ég að fara í næsta verkefni þá hvernig við setjum þetta upp í útbrentunni og exportum blokkinni þannig að þið eigi hann á ykkar svæði